Guðrún, þetta náttúrulega drullu sárt okkur núna, hvernig eru fyrstu viðbrögðin leikinn? Þetta er drullu svekkjandi en við megum eiga það að við börðumst allan leikinn bara alveg til enda og þetta hefði getað dottið báðum megin. Þessi byrjun hjá okkur, getur verið að hún hafi kannski reynst ykkur svolítið erfitt að leiða leikinn? Já, klárlega. Það er erfitt að elta allan leikinn og þetta var hörkuleikur, mikil barátta, mikil orka sem fór í það elta og já, ég vil minna það. Er einhver möguleiki, það fór náttúrulega rosalega orka hjá ykkur í Snæfellsleikinn fyrir bara 3 dögum, er möguleikin að við sitja aðeins í ykkur? Já, ég minna það var náttúrulega líka mjög harður leikur og en þetta er úrslita leikur svo það á kannski ekki að hafa mikil áhrif en auðvitað er einhver þreyta í mannskapnum svo það geti alveg haft áhrif. En að loka sóknin þá fáið tækifæri til að setja allavega í framlengingu en vörnin á Keflavík virtist hafa öll svar við hvað fór í gegnum hugan á okkur? Bara við ætlum náttúrulega að reyna að skora og þær eru með 4 villur þannig að næsta villa hafi verið víti í okkur en okkur tekst ekki að fara alla leið. Þetta Keflavíkur liður bara aðeins það er náttúrulega að gá okkur heldur betur leik í dag, þessar ungu stelpur, sjáu þið fram á þetta sem þetta lið sem þið þurfa að vinna til að verða Íslandsmeistarar? Já, þetta er hörkulið, ungt og gott lið og það getur alveg farið þannig að við þurfum að keppa við þær aftur. Aðeins bara stemninguna hérna, þetta er náttúrulega fyrst skipti sem þú spilar hér fyrir þetta félag, þó þú hafi tapað, hvernig er tilfinningin varðandi leikinn? Þetta er náttúrulega fyrsta sinn sem að Skallagrímur fer í höllina sem er bara frábært og vera með uppeldisfélagir sínu hérna í höllinni er bara mjög góð tilfinning. Og við höfum ekki náð að gefa þeim sigur en þá finnst mér að við megum bara vera stoltar og þessir áhorfendur, þetta er bara, við eigum bestu stuðningsmenn landsins. Þetta er ekki síðasta skipti sem þú eru þessu búin að gera eða hvað? Nei, ég vil ekki meina það.